Hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþátturinn ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og klukkan er 7:10 og við erum konni hérna yfir í sundið. En Íslandsmeistaramótið í 25 metra laug var haldið helgina í Ásvallalaug í Hafnarfirði. Og já, einn maður var þarna mest alla helgina eða alla helgina, Stefán Kristófersson, komdu blessa og sæll eða ekki? Heill og sæll. Hvernig hefur það? Ég hef það bara fínt. Herðu, það hefur verið snúast þér helgina eða ekki? Jú, þetta var strembi helgi, þetta byrjaði á föstudagsmorgun og stóð alveg fram eftir degi á sunnudags eftirmyndag, alveg til 6 og síðan var slútt kvöldið. Þannig að þetta hefur verið allan að frábær helgi alveg frá upphæði til endar? Alveg klálega. Já. Kannski byrja fyrir þá hlustundur sem vita ekki hver þú ert, þá ert þú eða ekki sunddómari? Jú, ég skellti mig það hlutverk 2010 þegar mér minnir, fór í á námskeið. Já. Sunddómara námskeið og kláraði það og sem hef ég verið myndast þetta að dæma eitt og eitt mót. Og já, hvernig er að vera sunddómari? Það ekki, já, það er kannski ekki auðveldast í heimi, þú þarft náttúrulega að fylgja eftir mörgum keppendum. Það er kannski ekki líkamlega erfitt, en það er frekar handlega erfitt að vera þarna inni, fylgjast með klálega og allt farið eftir kúnstarnar reglum. Og oft hef ég sagt svona í gríni að maður oft þreyttari heldur en sundmaðurinn sjálfur sem hefur samt verið að spreyta sig og sprengja sig í sundinu heldur sunddómarinn að sitja á bakka og gera ekki neitt. Já. En þarf sunddómari að vera syndur? Það er allavega að vita út af hvað þetta gengur. Já. Allt klálega. Já, það munar náttúrulega miklu að vita það. Já. Já. En ef við förum aðeins í gegnum þetta mót, þá náttúrulega, já, ber kannski hæst náttúrulega kannski árangur Eygló Gústafsdóttur. Jú, alveg klálega. Það stóð sig alveg virkilega vel. Og þetta eru lögleg Íslandsmet sem hún setti eða ekki? Jú, það er alveg klálega. Það er þetta allt staðfest á yfirdómara mótsins og svo framvegis. Hún ætlaði bara, já, kannski að reyna að bæta eitthvað, eitt met eða eitthvað þannig, en fyrir maður nú vera árangurinn. Já. Já. Bara frábært. En þetta Íslandsmeistaramóta, það virðist sem að árlega það komi alveg falla alltaf Íslandsmetin í röðum á þessum mótum, ár eftir ár. Já, það hefur komið fyrir og þetta kannski svona með því betra hjá allavega hjá ófötluðum að koma svona mörg Íslandsmet í einu bretti og sérstaklega hjá sama sundmennunum. En svo var svolítið annað skemmtilegt með þetta mót að, já, svo eru fötluðu sundmennun okkar, þeir, já, voru að gera gott mót og mættu þarna einmitt í og kepptu í sundi ófallara. Alveg klálega, við áttum 3 frábæra sundmenn sem náðu þeim einstakta árangri að ná lágmörkum, því að inn á þetta mót fær fyrir enginn nema eiga lágmörk sem sundsambandið Íslands gefur sér og þau eru nú ekkert svona alltaf vera strangari og strangari, betri lágmörk til þess að reyna að kvötta of og betri sundmenn. Og við áttum alveg 3 frábæra sundmenn þar, Jón Margeir og Kolbrún Öldu og Anita Ósk. Þau öll syntu þarna og stóðu svo alveg virkilega vel. Gerðu bættu tímana sína og við minnir að Jón hafi gert 4 Íslandsmet og Kolbrún 3 og Anita 1. Þannig að þau eru virkilega á gríðarlega góða samkeppniðina og akkur það sem þau þurfa. Já. En svo eru með Íslandsmetinu fleiri, en það er náttúrulega fólk eða ekki var aðalega að reyna að berjast þarna að ná lágmörkum fyrir hvað heimsmeistaramótið? Jú, það er heimsmeistaramót hjá ófætluðum og mér minnir að það séu komnir einhverju 8 sundmenn þar inn. Og já, þetta verður haldið núna bara í Katar á næstunni? Já. Það fer fram í 25 metru laug í Katar og Ísland
kemur til með að allavega eiga 8 sundmenn þar inni. En það náttúrulega, já, með sundfólki sem var að komast inn núna á lágmarkinu, það náttúrulega, já, stuttu fyrirvari að fara svo bara eiginlega beint á heimsmeistaramót. Já. Það stundum stuttu fyrirvarin, þannig að það gott fyrir að vera í góðu formi og já. En hvernig finnst þér svona, já, við höfum frá þú byrjar að dæma þarna 2010, finnst þér, já, komin auki áhugi fyrir sund íþróttinni svona yfir höfuð? Já og nei, þetta svona sjálfsagt bara eins og með alla greinar, það upp og niður, það er gríðarleg vöxtur á sumum stöðum og nefna hjá okkur allavega í Hafnarfirði, sem við köllum okkur íþróttabæinn, hjá Sundfélag Hafnarfjarðar sem stóð að maður nefna það að Sundfélag Hafnarfjarðar stóð í samvinnu, Sundsambandið stóð í samvinnu við Sundfélag Hafnarfjarðar að halda þetta Íslandsmeistaramót og gerði það með glæsibragð. Það er gríðarlega vöxtur hér á Sundfélaginu og ég held að við séum einhverju uppgöndur hátt í 900 í öllum tildum, það er allt í talið. Já. Og já. Þannig að já, það orðaði þannig að það er að gera betur en það sumir en alltaf í Hafnarfirði við að gera góða hluti. En svo er eins og það, já, litla Ísland eigi 8 keppendur sem eru á leið á heimsmeistaramóti, það verður að teljast þess virkilega góðan árangus. Alveg sállega. Ja. En þetta íþróttafólk eða sundi, þetta er náttúrulega kannski ekki auðveldasta íþróttin heimi því að ef þú ætlar að vera góður í sundi, eru menn þá ekki æfandi 3-4 sinnum á dag eða eitthvað? Jú, þeir sem eru að stefna einhverju og leggja sig hart, þeir æfingamagnið er cirka 10 skipti á viku, 10 skipti 2 tíma æfingar yfir vikuna, þannig að þú sér það eru cirka 2 tímar hver æfing, það eru 20 tímar og síðan kemur ofan þetta þrek og annað eins. Já. Þannig að menn eru að eyða alveg gríðarlega tíma sína iðkun og plúsa eru menn kannski þessi krakkar okkar eru í framhaldsskóla eða grunnskóla jafnvel og jafnvel fann að vinna, þannig að það kemur ofan á þetta. Já. En það er náttúrulega, já, skipulagningin til þess að vera góður sundmaður að, já, þú verður allan að vera með skipulagi virkilega í lagi því að er ekki bara hver einasta klukkustund sem munar í svefni og hvíld og æfingar? Stór hluti af árangri sundmann eru klárlega mataræði og hvíld og sem auðvitað hafa góða umgjörð eins og gott félag sem hugsa vel einstaklinginn og sund eða íþróttafólki almennt í félaginu, stuðnings heima fyrir, þannig að það skiptir sköpum, alveg klárlega. Nákvæmlega. Og eins og með sem við kemur allavega í íþróttasambandi fatlara, þá höfum við haft alveg gríðarlega góðan stuðning þar og gott fólk sem vinnur þar. Eins frá félagin okkar, allan eins og ég vitnaði enn og aftur í Hafnarfirði, bæði frá Sundfélag Hafnarfjarðar S.A. og Firði. En hvernig er svona, já, maður fer yfir til dæmis möguleika Íslendingarna sem eru að fara að keppa núna á heimsmeistaramótinu, formið svona á þeim, ef við vona því að, já, eitthvað af þeim eru jafnvel að fara að slá eitthvað met þarna úti, Íslandsmet? Það er ómögulegt að segja það. Það er eins og eitthvað sagði, þegar þú býst ekki við neinu þá gera hlutirnir. En allavega eins og með eins og Eygló stemt, þá held ég að það má vel vera hún á eftir að bæta sig aftur. Já. Og fleiri sem er að fara á nút. Þannig að það kemur bara ljós. Já. En hún náttúrulega, já, hún Eygló náttúrulega setti hvað 2 Íslandsmet og 1 jöfnun og Íslandsmeti?
Já. Þannig að, já, það nú ansið magnað að ná þessu. Klálega. Já. En svo talið það ekki oft til stiga á svona mótum? Jú, fína stig. Já, og hvernig virkar það fyrir sig? Það eftir einhverjum þá alþjóðlegum sundreglum? Já, alþjóðlegum viðmiðum. Þetta með við ríkjandi heimsmet. Já. Þessi stigur reikna út. Og það gildir líka jafn með hjá ófötluðum, þá miðað við ríkjandi heimsmet þar og síðan hjá fötluðum ríkjandi heimsmeta í hverjum fötlunarflokki fyrir sig. Þá til dæmis þá gildir í S14 þá ríkjandi heimsmet þar og þá ákveðin reikniformúla notuð þar og notuðlega reikna stig og síðan í S10 og þá notuð annað viðmið þar ríkjandi heimsmet og reikniformúla. Þannig að þú þarft að vera svona ágætur í starffræði þegar kemur að því að reikna stigin. Já, allan að vita út hvað þetta gengur. Já, nákvæmlega. Já. En, eru þið margir sunddómararnir á Íslandi? Já, á svona, halló? Já, ég hérna þá. Já, á svona sundmóti eins og það var haldið hérna helgina, þá var ég nú að sitja niður á blað, það var gaman, hvað færi mikla vinnustundir, sko, til að vel yrði og allt. Svona eftir kúnstararnar reglum og þá þetta svona hátt í 30 stöðugildi sem þar pluss aðrir sjálfboðaliðar sem sinna þessu starfi. Þetta eru kannski 50 manns fyrir hvern hluta og þetta eru, hvað ég segja, þetta eru að mér reiknast kannski cirka 1200 vinnustundir þegar fóru þessa helgi. Já. Já. Þannig að þetta gaman að breyta þessu, þetta eru 1200 vinnustundir, þetta eru 150 dagar, 5 mánuðir fyrir 1 mann og allt þetta gefið, það tekur engin krónu fyrir þetta. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta nú hressileg sjálfboðavinna eins og, já, við kemur bara íþróttunum á Íslandi yfir höfuð, við hljótum að heimsmet í sjálfboðavinnu í íþróttum. Alveg klálega, ég held að fólk yfir höfuð bara gerir ekki grein fyrir því hvað fólk að vinna mikið sjálfboðavinnu í íþróttahreyfingunni, almennt. Nákvæmlega. En, já, Stefán, svona, já, framöndan, hvað mót ert þú til dæmis að dæma á næst? Svona mót, það verður væntanlega ekki fyrir bara eftir áramót, gerir ég ráð fyrir, þá Reykjavík International. Já. Við erum haldið hérna í þriðju viku í janúar. Síðan erum við síðan koma hvert annað mótið. Það yfirleitt þannig skiptin að 25 metra keppninar fara fram fyrir áramót og síðan breytt og keppni 50 metra lög eftir áramót. Já. Og síðan erum við eins og hjá ófötlu, með fráfötluðum segi ég, þá erum við alþjóðleg mót væntanlega verður farið til Glasgow í mars og í kringum páskana og eða mars-april og síðan verður heimsmeistaramótið í Glasgow hjá fötluðum. Já, nákvæmlega. Og þá byrja ballið fyrir Paralympic Games eða Rio. Já. 2016. Nákvæmlega. Stefán Kristofur, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og við kastum bestu kveðjur í höfuðborgina. Takk fyrir það. Já, blessaður. Já, frábært mót að baki í Hafnarfirði í 25 metra lauginni. Það var náttúrulega þannig, en það er náttúrulega næst á dagskrá hjá sundmönnum okkar náttúrulega heimsmeistaramóti í 25 metra laug. En 8 íslenski sundmenn eiga keppnisrétt á þessu heimsmeistaramóti sem haldið verður í Katar 30. nóvember til 8. desember. En það er allan þannig að hvort það var ekki staðfest bara í dag hverjir mæta til leiks. En ég held að allir Íslendingarnir ætluðu að nýta keppnisrétti sinn á mótinu. En sundfólki sem náði að lágmörkum eru Daniel Hannes Pálsson, Eglós Gústafsdóttir, Hrafnhildur Lúthersdóttir, Kristín Þórarinsson, Kristófer Sigurðsson og Kolbeinn Hrafnkelsson. Og þá náðu þau Davíð Hilberg Aðalsteinsson og Inga Elín Kræjar B lágmörkum fyrir mótið.
en Davíð átti reyndar að synda á móti í Bandaríkjunum og ekki útiloka hann hafi þar bætt árangur sinn samkvæmt heimildum Morgunblaðsins. Og það var náttúrulega nóg að metum þarna helgina og hann má kannski bera helsta að Eygló Gústafsdóttir, hún náttúrulega setti 2 Íslandsmet á úrslitahlutunum á seinni deginum á laugardaginn og jafnaði 1. Fyrsta var í 50 metra baksundi þar sem hún synti á 27.45 og jafnaði þar með 3 ára gamalt met Ingiberga Kristínar Jónsdóttur og Anna var það bil 10 mínútur seinna í 100 metra fjórsundi þegar hún synti á 1.01.59 og bætti það með 3 ára gamalt met Ragnheiðar Ragnarsdóttur sem var 1.01.72 og þriðja var svo fyrsti spretturinn í Boðsundi þegar hún synti 100 metra baksund á 58.83. Gamla metið var 59.26 en það átti hún einmitt sjálf. Nú sundi í bili endur að fylgjast með sundfólkinu okkar sem keppir núna á heimsmeistaramótinu 30. nóvember. Við munum í næsta þetta heyra í eitthvað af þeim keppendum. En þá yfir í boltan. Það var náttúrulega heilumferð í handboltanum í kvöld og það verður ykkur góður spekkingur hérna eftir smástund, farið ekki langt. Hvað er þessi tæknimaður minn að gera í Bubble Troubles eða eitthvað? Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með Gesti frá Hæli.